þessu dæmi þá er eitthvað gefið fall og það er skilgreint svona f af x er aftur á sínus af x deilt með x ef x er minni 0 en 2x plus a ef x er stærra eða jafnt 0. Með synkur á formúlinu á synkuru bilinu. A hérna er einhver fasti og verkefnið hjá okkur er að ákveða hvað þarf þetta a hérna að vera til að fallið sé samfellt í x jafnt 0. Sjáðu, ef við erum með x minni en 0 þá sannarlega er þetta hérna fall samfellt allstaðar. Og ef við erum með x stærra en 0 þá sannarlega erum við fall hérna sem er samfellt alveg sama hvað a er, alveg sama hvað fastið er. Það sem skiptir máli, það er í afhverju í x jafnt 0. Þá eru þessi tveir hérna ferlar að mætast og við viljum mætist í sama punktinu. Þá er fallið samfelldar. Þessin er bara spurt hvað þarf að gilda til að það sé samfellt í x jafnt 0. Það er bara þessi eini punktur sem við höfum ágjörað. Nú, til þess að fall sé samfellt í einhverjum punkti, þá þarf markgildið þegar x stefnir á náum punkt frá vinstri að vera aftur markgildið þegar f stefnir á punktinn frá hægri og þetta þarf að vera sama, þetta bæði markgildin þurfa til, það þarf að vera sama talan og það þarf að vera jafnt og akkurat fallgildið í punktinu. Og ef maður setur bara upp þessi skilyrði, þá er maður fljótur að sjá hver fastin er. Við skulum sjá við erum með x jafnt 0 hérna, ef x er minna 0 þá erum við með sínus af x deilt með x, ef x er stærra 0 þá erum við hérna með 2x plus a, ég bara hugsa að því ég kem hérðan þá er x að koma frá stefna á 0 frá vinstri og ef ég kem hérðan þá er x að stefna á 0 frá hægri. Þá veit ég þegar x að stefna á 0 frá vinstri þá er þetta formúlan sem skilgreinir fallið mitt. Þannig að við reiknum markgildið, þegar x stefnir á 0 frá vinstri, þá er ég með sínus af x deilt með x. Og þetta er eitt af markgildunum sem við eigum að þekkja, sínus af x deilt með x, x stefnir á 0, alveg saman hvort það komið frá hægri og vinstri, þá er þetta 1. Og fyrir þá sem ekki mundu þetta, gátu þetta að reikna það út með að nota kannski til dæmis L'Hopital, þar sem maður diffrar uppi hérna og fær kósinus, diffrar hérna og fær 1. Þá er maður bara með markgildi af kósinus og maður veit að það stefnir á 1 þegar x stefnir á 0. En þetta er bara hérna frá vinstri. Þetta á að vera jafnt og, skrifa ég svona, markgildið þegar x stefnir á 0 frá hægri og þegar x stefnir á 0 frá hægri þá er ég akkurat með þessa formúlu, 2x plus a. Nú, hver stefnir þetta hér þegar x stefnir á 0? Þegar þetta stefnir á 0 þá stefnir þessi hér hlutið þetta á 0 og þessi hér stefnir bara á a. Þannig að hér er svari komið. A er jafnt og 1. F af 0. Tölum aðeins hvernig maður myndi reikna það. Ok, þetta hér, þá erum við með, hvaða formúla er það sem við erum með þegar x er 0? Hér stendur x er stærri eða jafnt og 0, líka jafnt og, þannig að ef við ætlum að setja 0 inn í f, þá myndum maður setja það inn hér. Þannig að þessi hérna hluti er 2 0 plus a. Og þá maður komið með líka fallgildið hérna er a og a er jafnt og a er jafnt og 1 sem stendur hérna. Þannig að lausnin í dæminu er a er jafnt og 1. Ok, hér skiptir máli að rökstyður rétt. Það getur vel verið að maður komist að þessi niðurstöðu en maður þarf að geta útskýrt af hverju er þetta svona. Það er til dæmis alrangt að segja að sínus af x deilt með x eigi að vera jafnt á 2x plus a. Sko, þetta hér er bara skilgreint fyrir x minni 0 og þetta er bara skilgreint fyrir x stærri 0. Akkurat í x jafnt á 0, þá er þetta hér skilgreint en þetta hérna ekki skilgreint. Sínus af 0 deilt með 0 er ekki skilgreint. Getur ekki reiknað það er 0 deilt með 0. Aftur móti er markgildið til. Þannig að þetta hér er alls ekki rétt. En ef maður myndi skrifa markgildið þegar x stefnir á 0 og hérna markgildið þegar x stefnir á 0, þá erum maður að segja þetta alveg rétt. Það er mikilvægt að maður komi hlutunum rétt frá sér. En þetta var allt sem þurfti að vita til að fall sér samfellt í punkti þarf markgildið frá hægra vinstri að vera það sama og það þarf að vera jafnt og fallgildið. Og þá dettur þetta út að vera 1.